Einar, hvernig staðan á ykkur, örfáum sólarhringum áður en að fyrsti leikur hefst? Já, staðan bara góð, það er náttúrulega bara eftirvæntinga eftir að fara að byrja mótið. Hópurinn lítur bara vel út og svona eru með svona flesta klára, en þá eitthvað smá meiðsli en já, bara lítum bara nokkuð vel út. Undirbúningstíminn verið bara fín? Já, bara gengið vel fórum í góða æfingarferð til Tenerife sem hefnaðist mjög vel og já, bara gengið mjög vel, þannig að við erum bara mjög bjartsýnir. Er þetta svona uppstöðu til sami hópur eða nánast sá sami og í fyrra? Já, við erum búin að fá einn leikmann, Erlend Guðmundsson úr Víking, annars er þetta bara sami hópur og í fyrra, einhverjir hætt og óákveðnir en öðru leyti er þetta bara sami hópur. Það er mikið ungviði eða mikið af yngri leikmönnum, ekki satt? Jó, við erum alltaf með gríðarlega efnilegt lið og uppistaðan í liðinu eru leikmenn fæddir 2004, 5, 6, 7 jável og svona í bland við reyndar nokkra reynslu meiri og eldri leikmenn eins og Rúnar og Gauta og fleiri, þannig að það er svona bara fín blanda eða bara góð blanda leikmannahópurinn. Og svona, já, pressa að gera betur inn í fyrra? Já, við náttúrulega vorum svo bara flottir fyrir áramótin fyrra, vorum bara í toppbaráttunni, svo náttúrulega missum við mark og svo þetta meiðsla tímabil sem þetta var nú en við svona kannski græðum á því núna á þessu tímabili hvernig raun og veru tímabili spilaðist í fyrra því að það voru margir leikmenn sem að fengu dýrmæta mínútur og ungi strákar sem að nýttu það bara mjög vel og eru þá komið með talsverða reynslu sem að hefðu kannski ekki fengið, þannig að við erum að svona njóta þess kannski svolítið í dag. Þið viljið væntanlega vera aðeins ofaraldun 5. og 7. sem við verðum að spá ykkur? Já, auðvitað viljum við bara vera í fyrsta sæti sko, en ég held að við séum bara ásamt fleiri liðum bara dálítið óskrifað blað og við ætlum bara að láta vaða á þetta og svo er bara komið ljós svo sem hvar við endum en þú veist, við ætlum okkur að vera með í baráttunum allar minnst Íslandsmeistaratitilinn og bikarmeistaratitilinn, það er alveg ljóst. Að lokum, það var Tryggvi Garðar meiddist alvarlega undir vor. Hvernig svona er ástandið og útlitið með hann? Hann er aðeins byrjað að æfa og semst í bolta og var með okkur úti núna á tenni og lítur bara vel út en auðvitað er ennþá kannski einhverjar 4 til 6 vikur í hann svona geti farið að gera þetta svona fullri alvöru og við munum bara fara líka mjög hægt í sakirnar með hann og það er nógu tími ennþá en hann er búinn að vera duglegur og sinna sínum málum mjög vel þannig að vonandi kemur hann bara þá hrikalega sterkur tilbaka þegar að því kemur.